göngu sína þennan föstudaginn. Þegar Mötley Crüe eru konur á fóninn, þá eru tveir harðir mættir í stúdíóið og það er akkurat það sem er að gerast hérna. Ég heiti Auður Blöndal og beint á móti mér situr vöðvatröllið Egill Einarsson. Wow. Ertu velkominn? Hvað er að meta þessa kveðju? Vöðvatröllið. Það var ekkert kveðja. Já, þetta var fallega sætt. En ertu velkominn? Thank you. Hvernig ertu þennan föstudaginn? Ég hef ekki verið betri. Nei. Þetta segir þú endur hvern einasta föstudag, þannig að þú verðist vera betri og betri bara með hverju vikunni. Út af því að það er að vera heitt núna. Reyndar. Og ég sé Nauthólsvíkin í hilling. Það er bara að koma sumar, maður. Já, summertime. Summertime. Vá, getum við ekki verið live frá Nauthólsvík? Nei, ég er góður sko. Græja það? Nei, Egill. Græja það? Hvernig heldur að... Manst ekki hvernig sumurinn er á Íslandi? Við fáum bara vor og haust. Hvað er gaman? Við tveir bara Nauthólsvíkinni live í blaki on air. Berur ofan í top physical shape þegar ég er að miða við sumarköttuðu miðan mæ. En hvernig ætlar að vera live í blaki? Er eitthvað sexy við það? Móðir svona... Já, hvað, það bara á milli laga? Nei, bara í live. Græja þetta bara, við getum verið live frá Lemon, live frá skemmtikarnum, live frá Nauthólsvík, þetta er ekki flókið. Make me a bicycle, clown. Já, það er aldrei að vita að við verðum live frá Nauthólsvíkinni í sumar, við þurfum ekki að ræða það hér svo sem. Hvernig voru páskarniðinir? Voru yndislegir. Það ekki? Jó. Hafðu það kósí? Já. Já, náður að slappa af eða varstu partying? Ég partyið aðeins. Já. Did you party það? Nei, ekki það mikið og þú. Nei, Það sem er aldrei þessu vant. Má var blömaðurinn rólegri heldur en gilsarinn þessa páskana. Já, þetta var eitthvað neginn. Páskarna voru ekki svo ég bjóst við. Nei. Einhvern veginn. Þú átti blauta páska? Ég bjóst við en öðruvísi. Já, hvernig bjóstu við þeim? Heilsupáskum, ég bjóst við að þetta var heilsupáskar. Já, en var ekki? Nei, þetta þegar málega er alltaf verið að leggja mig, alltaf hópþyttingur. Ég höndla ekki hópþytting. Veist, ég er ekki látin í friði. Ég er stundum bara látin í friði. Lát mig vera. Nei, ég skal láta það vera. Nei, bara engar áhyggjur. Lát mig vera. Já, engar áhyggjur. Ég nenni ekki að fá SMS eitthvað, hvað er það að gera? Gerðu eitthvað kvöld, kottu, ég er að ná í þig, ekki að vera, döðmikið. Alltaf þetta, látum við bara vera. Þú varst bara að lýsa sjálfu þér þarna. Okkur. Af því að svona varst þú við mig bæði föstudaginn og laugardaginn, þannig ég veit ekki hvað þú ert að rífa kjátt. En við erum með veisluhandingur í dag, kæru hlustendur eins og alltaf á föstudögum. Þetta er ekki flókið, það er stuð og gaman hér hjá okkur á föstudögum og þetta eru fasti liðir, þetta er nú að vera farin að kannast við þetta. Ertu, reyndar eitt sem að ég er ekki með skrifað hér, Egill. Ok, hvað er þetta ekki með skrifað? Ertu með stuðlag? Please, hætt að spyrja ertu með stuðlag? Já, ég er með stuðlag. Ok. Þetta er bara öðun. Já. Ég er með stuðlag á föstu. Já, ok. Ég veit hvað, þú veist, ég sá það þar, þú vildi óska þess að ég var að segja, nei, ég er ekki með stuðlag. Nei, ég er hættur að baka með þessu. Ok. Ég er bara gæðir þess að 3 mínútur. Ég er með stuðlag, ég er líka með ég er með 2 dömur í first date. Nei, það var hætt, þess að stefnum átti sér búinn. Já, sko, ég veit að, ok, það átti að vera hætt. En síðan, dastu í the jackpot? Nei, þú segir það alltaf. Nei, ég segir það, nú ertu komin í the jackpot. Ég er ekki leiðilegur, ég er búinn að finna your future wife. Það er akkurat það sem þú ert að reyna að vera, þú ert að reyna að vera leiðilegur. Ég er bara að finna your future wife. Já, hvað, í Danmörku eða Svíþjóð eða eitthvað? DK, heldur það að geta ekki flutt hérna? Ég tekki hellinga mönnum sem er konur sem eru frá, eins og eina Andri Sigþórsfélagi minn. Já. Hann er með konu sem er frá Norway. Enda kynntist hann henni sjálfur. Hann var ekki með eitthvað vittlýsing að senda henni og svo hittist þau, sko. Nei, en þú veist... Ég er búinn að segja þér að 10 sinni mig, ef það væri eitthvað kona sem heillast af þér þarna inn á þessari síðu, þá hef ég engan áhuga að hitta hana. Það er bara... Þetta ekki að mér, þetta er myndin þín. Myndin mín, en það er þú sem ert að tala við þér. Eða tala við þér, þú sem ert bara rugglið. Þetta er ekki samskipti, sko. Allavega, ég ætla ekki að gera það reiðan, en það sem ég er að gera, ég hitti jackpot, ég með 2 nýja þar og förum í það og síðan er líka sjálf sem spurt og svarað í dag. Já, talandi spurt og svarað. Okay. Þá ætlum ég nú bara að segja rétt fyrir í byrjun þetta sem ég var búinn að gleyma. Gott að komast inn á þetta. Ég ætlaði með að segja hvort þú væri með spurt og svarað í dag. Okay. Ég fekk virkilega skemmtilegt símtal í gær. Bring it Blondale. Já, gamanferðir. Já. Og váer. Okay. Báðum við að vera farastjóra á Manchester United, Manchester City á mánudaginn kemur. Okay. Ég á einn og auka með það. I'm coming with. Nei, það er bara ekkert víst. I'm coming with. Það er bara ekkert svo bóttið. Veitu, hver er maður að gefa auka með það? Ég er bara svona að hugsa það. Já, mér. Nei, það gæti spilað inn í hvernig spurt og svarað verður í dag. Það er bara fyrir alveg til því, bara hvernig þú hagar þér. Við skulum byrja þetta hér á Rudimental. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you don't know. Lost my mind and lost my goal. Og hann er hress. Hvernig ertu?
varst ekki að segja hvað. Þetta var eitthvað versta innkoma sem ég heist. Nei, það var bara mjög góð. Maðurinn á móti mér heitir Auðun Blöndal, hann er hress. Auðun, hvernig ertu? Þú varst að segja ég væri hress. Þú væri með headphone á hausnum núna. Já, en okkur þetta segir sér hress og spyrð mér svo hvernig ég er. Þú greinilega ekki hress, því að er eitthvað byrraskatinn að það? Nei, ég er bara sjaldan verið betri, föstudagur. Það er að segja rétt, þú elskar höfrunga. Elskar ég? Nei, ég elskaði einu svona höfrunga, en eftir sturlaða staðreyndir, þá er ég ekki huge fan, sko. En við félagarnir höfum synt með höfrungum. Þetta er hárið, það var stórkostleg stund. Við syndum með þeim, klöppuðum, kistum og ég myndi bara kissa höfrung. Það er stórkostlega mynd sem ég á. Það voru enda frábærir höfrunga þar á ferð. Já, hvaða höfrunga þú að tala um eiginlega? Æ, þeir eru, sko, ég þarf ekki að fara út í það, ok. Allavega, það eru höfrungar að leika sér á Skaganum núna. Allir sem er heima á Skaganum getur bara skottast hérna út á the beach eða eitthvað, shit. Það var bara ströndin á Skaganum. Og orta höfrungan að leika sér. Já, ok, bara með bolta að gefa milli og... Höfrungar að leik við Akranes er fyrirsögn á sér frétt sem lesa hérna á Skessuhorn. Hvað hérna, what's going on, skil, ég bara að lesa hérna. Ég byrju, hvað voru alltaf jumpy, maður? Það var smoking a pancake, ég var bara að spyrja það hvort þið var að leika sem með bolta eða? Ekki var að fá mér að smoking a pancake. Ertu hættu því? Já. Þú fyrir eitthvað hvað það þýðir. Það er búið. Ertu hættur að hafa smoking a pancake? Ég er með svona la slúðupakka. Hann hefur oft verið þéttari, ég viðurkenna, ég tek það á mig. En ég hef oft sagt þetta við þig. Þú mátt koma með slúður, eða út með slúður. Já, ég vil að við færum slúðrið yfir á íslensku. Einungis íslensk slúður. Já. Nema undanþættingar, Kardashian má vera inn í þessu. Kardashian, ég reyndar ekki með þetta. Og Lindsay Lohan. Allir aðrir off. Nei, ég er með hvoruða. Ég vil bara heyra, hvað er til dæmis hérna, hvað er Valur í Böttukup að gera? Right now. Ég vil svona slúður. Ok, á ég þá sem sagt, fyrir næsta fösta, og ég þá ringi Val úr Böttukup og spurja hann Valur sætlinu, veit ég hérna, hvað er verið að gera þessa dagan og eitthvað svona. Já, og þá segir hann bara, ég er bara feskur, ég reyni bara að velta mér í matinn og góður, ég hefði gaman að heyra það. Ok, en þá var ég slúðrið, ég er fesk, þannig að ætti ég þá að koma hérna. Já, ég ætla að byrja slúðupakkan á Val sem var í hljómsveitinni Böttukup. Heyrðum í honum í vikunni, hann var að versla sér bara út í Nóatúni, hann var feskur strákurinn, ekki búinn að ákvaða hvað hann ætlaði að gera helgina, en hélt að yrði fín helgi. Þetta er alveg slúður. Finnst þér? Út af því að ég ekki hugmynd þetta. Nei, en... Þú ert að segja eitthvað shit sem ég séð kannski á Vísi eða eitthvað, skilur þessi. Fresh slúður. Ég reyndar oftast skref á undan Vísi og Devaflin. Og þú færði að senda eitthvað slúðupakka. Já, og þau setja það svo inn stötu setna. Færðu slúðrið ef að Lindsay Lohan myndi kýla Justin Bieber klukkan 4 í dag. Já. En fyrir ekki, 5 í dag. Það fengi ég í fyrramáli. Fengir í e-mail kortir yfir 5. Nei, ég fengi ég í fyrramáli. Í fyrramáli? Já, ok. Það er einnig allir. En hérna, já, sko, þú nú ertu eiginlega búin að taka múið til slúðustuði. Þetta var svo sem ekkert merkilegt sem þetta segja frá. Nei, farið ekki sjálfur ekki. Nei, ekki, bara góðum bara með þetta. Jay Leno, hann er að fara að hætta, ég sagði frá því í gær, hann hætti núna næsta vor. En samningun hans átti að vera til 2016 og hann var ekki nema $15 milljónir fyrir að hætta. Hann bara svona, herðu, hérna með veist hitta samningin. Hann hérna Jimmy Fallon tekur við og við látum það $15 milljónir sem er sinnum 130. Það er alveg cash. Já, það er ágætis peningur fyrir hann og nóg átt hann fyrir. Hann lifir mér þess að hann hefur aldrei snert krónu af Jay Leno peninginu sinum sem hann fær fyrir þættina. Þeir eru allir inn á lokaðri bók, hann hérna sem sagt lifir bara á stand-up gigunum sinum. Já. Hann har eitthvað á hann af peningi sem hakaði maður. Það er óþólandi. Já, en ég er endur alltaf verið alveg nettur Leno-fan. Ég er alltaf fílað hann, sko. Ég ólst uppi að horfa Leno bara með mömmu heima í Frostafoldi, sko. Ég var alltaf mikill Letterman-maður. Já. Og síðan fyrir að horfa Leno. Í staðin fyrir að velja aside, hvort er í Letterman Leno, þá ekki bara fílað að báða. Já, það var alveg sem mig. Ég var alltaf fílað að báða. Já, og þetta er einhvern veginn svona bara æskuminning hjá mér. Ég og mamma horfum að Leno í Frostafoldi. Þetta er hitamál hjá mörgum, annarkot eftir Letterman eða Leno-maður. Í fílað að báða. Já, þetta er ekki hitamál hjá mér. Ryan Gosling, hann hefur tekið saman við Píra og er brjálaður á hvernig bændur fara með beljur þegar þeir vera mjólkaðir og sérstaklega hvernig þeir taka á hornunum á þeim. Hvað betur... Ryan Gosling, þetta er bara one hell of a man. Já, veitu hvernig taka á beljum þegar mjólka. Nú er ég mjólkað 100 sinnum. Þetta er ekki flókið. Þú hefur ekki mjólkað einu svona æfiðin eigin. Þetta er ekki kjartmjöskað. Þú hefur aldrei mjólkað. Víst hef ég mjólkað. Nei, hvað þá? Brjóstamjólkað? Þú hefur aldrei farið... belju. Nei. Viltu veðja það? Hæ? Og ef ég set mynda mér á Facebook í kvöld, eða eftir, mynda mér að mjólka belju, sem hann gert á fyrir þættina hérna? Ætlar að þá að... Ok, ef það er tekið úr, ég sé það er ekki búið að photoshoppa það og eitthvað, veist... Nei, bara... Var það gert fyrir lífsleikni? Þá kannski gert fyrir það. Já, hefur ekkert um að mjólka fyrir utan það? Þú
Nei, ég held ekki. Út að snúta. Allavega Ryan Gosling, hann byrjað að vinna með Píta og það bara frábært og til hamingju með það, Ryan. Hann Þú ert one hell of a man. Já, það sveimið þá, það væri... Það leikur að langa hann skýta á sig eitthvað. Nei, ámar ekki bara styðja og svona töffara. Hann með allan pakkan og þetta góðu leikari. En hvort þú, og það að vera slást hvort meira sexy, hann eða gæinn í Hangover. Bradley Cooper? Já. Það mikið rifust um þetta slúðusöðum. En það tala þessu tveir heitustu gæðinir í heimi í dag. Já, ég ætti að gera upp á millera, en þú? Segðu bara, hvort þetta Gosling eða Bradley Cooper? One Hot Night? One Hot Night, nei, áhugi 0. En ef ég væri female, Cooper held ég. Cooperinn? Já, en þú? Gosling. FM 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu bóðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þór Daniels helgar og þú getur unni máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistinn. Boli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Já, meiri segja Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Við fögnum vorinu með apríltilboðunum í 10.11. Rhinos á 179 krónur, Coffee Crisp á 99 krónur, Nóa kubbastöng á 59 krónur, Appelsínutrópi á 179 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. Í kvöld munu Lára Rúnars og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10.30 og það frítt inn. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Lottobátunni stefnir beinustu leiðið 33 milljónir. Lenda þér í þínum vasa. Lefðu þér smá lottó. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Já, safnaði frímerkjum hvað gaman hérna hjá okkur strákunum. Auðvitað Blöndal heiti ég og Egill Einarsson beint á móti mér. Tveir harðir til 6 í dag. Verstu. Sæll ettu. Það þetta búið að fljót, þessi vika búin að vera fljót að liða. Já, svoleiðis. Já. Það mánudagurinn hvarf. Mánudagurinn var náttúrulega allir í fríi, annar í páskum. Það eins og sé 50 dagur, technically. Já, en... Ótrúlegt. Það samt, sko, ég hugsa stundum eins og núna, þessi vika, hún búin að rosalega fljóta að liða hjá mér allavega. Okay. Þýðir það þá hún sé búin að fljóta að liða í öllum? Nei. Nei, það þarf ekki að vera. Það er ekki bara pínu eftir bara hvað þú búin að vera að gera. Ég hef verið til að vinna í IKEA. Já, en þegar ég tengist ekki til þess að vinna í útvarpi. Ég er bara að tala eins og þegar ég var að vinna í vörst. Þá stundum fannst mér sumavikur ríkilega fljótar að líða en aðra ekki. Ég var í mörgum vinnum. Mér varst tíminn mislengi að líða eftir hvaða job ég var í. Já, ekki bara eftir hvað, það fyrir ekkert alveg eftir bara hvað þú ert að vinna, líka bara hvað þú gera á kvöldin. Og líka bara hvernig stemningu út í. Já. Þetta búin góður stemningu í vikuna. Já, mjög góður, sko. Það er áttið að sunshine að koma. Já, búið gott viður. Það er náttúrulega búið gott viður hjá öllum. Ég held að það hafa áhrif ég held að þessi vika sé búin að fljóta að líða á flestum sem er að hlusta. Allstað á landinu. Nei, reyndar ekki á Akureyri, hún er kannski búin að lengi að líða þar. Já, kannski eitthvað að hlusta á Akureyri núna sem er bara, sem þólaði ekki núna. Af því hún er búin að fljóta að líða vikuna mér. Já. Ok, þá byrst ég afsökunar, kæru Akureyringar. En ég er búin að vera að spurja, ég spurði Hjöppa, hann var fyrstur í gær og þetta er svona nýtt eins og mannstu þegar ég var að spurja ykkur þetta, djamma með ykkur þrem og svona. Já, það sem ég er að spurja ykkur alla núna strákana er ef að því mér er svo gaman í sturglunum staðrendum að það gerir stundum að fólk, það bara vera að alast upp með dýrum allan heim. Það er stórkostlegt. Já, og þetta hefur gest, sko, það er eitthvað 1% af fólki, sko. Ok. Þannig að þetta er ekkert einhverju 2-3, þetta hefur gest út allan heim. Ok. Og, mín spurning til þín, Egill, ef þú ættir að alast upp með einhverjum dýrum, segjum bara að Ester og Einar, pabbiðinn, hefðu nú gert það sem að flestir aðrir hefðu gert, losa sig við þig, og einhver dýr hefðu fundið þig og tekið það að sér. Ok. Hvaða dýr hefur þið viljað að það væri? Þetta er góð spurning. Já, ég sá það, ég finnst þetta góð spurning. Þetta er góð spurning. Vá. Sko, fyrst sem kom við hugan var fíll, úlfur, já, út af fíll náttúrulega,
Það enginn þú ert ekki að fokka mikið í fíl. Ég get setið ofan á honum, hann getur labbað með mig út allt. Já. Og svona, gamli, labbaði þangað, ég þarf enginn að labba. Ok, bara svona eins og Tassan. Já. Og það enginn að fokka í fíl. Nei, en hvað, byrjuður einhverja fokkir og hjá einhverjum öðrum dýrum með það? Já, ég verður með pínlítum apa, labbandi í the jungle. Veldur að tígristýr myndi bara ekki, hörðu. Þeir apar hann eitthvað. En þeir ráðast alveg á fíla líka, sko. Það drepa hann að hægra minn, sem er það ég. Hann, sko, Hjöppi sagði með öpum í gær. Já, frábært, það myndi lifa í korter. Já, þetta er reynda þegar þú segir það, þetta er skelfulegt svar hjá hann. Lifa með öpum? Já. Og hvað myndi lifa, Hjöppi myndi ekki höndla the jungle, ég segir það, í 5 mínútur. Nei. Og hvernig ætlar hann að fá backup frá allum öpunum þegar það kemur ljón, hann Já, ég spurði hann einmitt hvort hann var að tala bara litla apa eða gorilla, svo hann var að tala bara eitthvað litla sæta apa í jakkafötum, sko. Górillu var miklu sniður. Górillu, já, ég veit það. Það er ekki mikið að fokk í þeim og það eru mikið saman í hóp, hann er einn af svona 10 górillu. Já, líka górillu eru töff. Já, mjög töff. Já, þannig að svar þitt eru hvað 4? Nei, sko, slaka þá. Ég sagði, fyrst sem kom í huga, hann fíll, úlfur. Ég er sallar úlfur. Ég er með Wolfpack, ég er með úlfum. Já, þeir ferðast í hjörðum. Já, það er hundlegar með einu dýri. Já. Já, þú veist, þú tekur svona hundlegar á honum. En fílar eru þeir mikið saman? Það eru einn af svona 5 þar? Já, þeir eru mikið saman. Já, ok. Þeir líka mun allt. Það er mun allt. Þú verður að vera góðið þá. En ég held ég myndi ákveða, ég myndi örugglega velja Polar Bear. Ísbjörn. Ha? Ísbjörn. Myndur velja ísbjörn? Já, ég held það. Þú veist að þeir búa ekki í the jungle, sko? Nei. Þú áttaði á því. Þú varir að vinna í, þú átti ekki einu svona föt. Hvað ætlar að gera í snjónum og frostinu og viðbjörnum? Ok, ég var ekki alveg búin að hugsa það. En sko, já, ég myndi líklega láta hann drepa annan ísbjörn og ég myndi klæða mig í feldin hans. Það er líklega sem ég myndi gera. Þannig að þú væri... Þeim er ekkert kalt. Þú væri alveg svo þú vært, en þú væri með feld af ísbjörn. Það er eitthvað sem ég er til að sjá. Þetta minnum á Ben Stiller hérna í myndinni þegar hann var orðinn pandabjörn hann. Ég myndi kannski bara segja hann að vera drullum okkar og eitthvað annað. Nei, þeir þurfa að vera í kulda. Þeir geta ekki drullast þér eitthvað annað. Það geta alveg verið. Þetta er bara, þeir eru alveg eins og bara skóabindinni, bara með hvíta. Já, Hvað heldur þú getur bara plata þá til að fara með þig til Afríku? Þú getur alveg hendi íspinni bara í the jungle. Nei, Egil, þú ert ekki svona heimskur. Það er allt í lagi. Nei. Það er skóabindinni lifið þar af. Það eru nákvæmlega eins, þeir eru bara svartir. Nei, þeir eru ekkert nákvæmlega eins, Egil. Nei. A bear is a bear. Ok, ákveð heldur þá íspinni séu hættu núna þegar það er allir klakin að brána því þeir þurfa að vera á honum. No. Nei, ok, þannig að þeir ætla bara að synda til Afríku og hanga þar. Staðið á solid ground. Heldur þú myndum hafa eitthvað áhyggjur að það, en það getur bara kíkt til Afríku hvort þið er? Heldur þú ísbjörn elski kuldan? Hann hatar kuldan, hann er bara fastur hann. Alveg við erum á Íslandi, hvað er að gera í? Fokt. Nei. Og grænlendingarnir, þeir eru bara þar, óhefnir. En við getum alveg flutt, ég og þú getum flutt. Alveg ísbjörn, ég til að flytja hann. Já, ok. Þetta er hugmyndin. Það er ekki hægt að tala við þetta, en þannig að lokasvar þitt er, þú myndir vilja alast upp með ísbjörnum. Já. Ertu upp á slæðið? Það er svona, topp 30 upp á slæðið mitt. Erst þú í því, drinking from the bottle? Það er eitthvað sexy við það? Já, hann er eitthvað sexy við það. Hann er rétt þér. Elskar þú að drink from the bottle? Já. Gætur þú þamba lítra vodka, dræ? Nei, það get ég ekki. Það heldur ég sé maður. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða á föstudegi og í fyrsta sinn þá verð ég að viðurkenna það. Ég hlakka pínu til að hlusta á spurt og svarað sem við erum að fara í núna. Því að, Egill Einarsson, ég sagði honum hér í byrjun þáttar að það er leikur gamanferðir eru að fara í ferð til Manchester United, Manchester City á mánudaginn kemur sem að ég fæ þann heiður að vera farastjóri og ég á einn miða sem ég er ekki búin að ákvæða hvert fer en það er aldrei að vita eða þú fengir að kíkja með ef fyrir eftir hvernig spurt og svarað er. Nei, það fyrir ekki eftir því. Þú hótaði mér á hann. Ég sagði við þig, Auðun, ég verði til að koma með þér út á United City, gera þann greiða að koma með þér. Og þá sagði þú það fyrir eftir hvernig spurt og svarað er í dag. Basically hótaði þér ef að fólk sendi inn leiðilega spurningar, þá fæ ég ekki að fara með þér út. Eitthvað fólk? Nei, ok, þetta skiptir einhver máli. Bara fire away. Það kom með að spurt og svarað hjá Gilsaránum. Já. Og það veldur svolítið ef ég fara með þér út eða ekki. Nei, ég geti sjá ekki svipuna þér. Það er að þér. Ok, ég ætla bara að vona að menn hafi hagað sér. Þegar ég væri til að fara á United City á mánudaginn, Auðun. Já. Er þetta ekki örugglega eitthvað VIP box og shit? Það veit ég ekki. Drinking from the bottle og eitthvað, ekki þannig? Ekki svo ég veit. Ok. Nú er ég fyrst skipti stressaður við spurt og svara. Fyrsta sinn sem ég Segir mér strax eftir spurningarnar hvort ég með að koma með þér ekki. Ég ætla að vita bara leið. Þú kemur með mér, já eða nei? Nei, ég segir að það er lok þáttar. Látum við bíða. Það veit ég.
Ok, hvað er bara með spurt og svara? Ok, fyrsta spurningin. Sæll og blessaður. Man who can change over and over again and he doesn't care. Man who changes. Man who fears no change. Æ, Egil. Já. Hvað varst að læra nýtt orð? Change? Freyðjón skrifar Ok. Sendu mail á Freyðjón. Men of changes, já. Ok, Og hvenær ert þú að breyta þér fyrir utan það? Þú ert alltaf í þessum joggingala með sömu greiðsluna? Ég er ótallega kæfti með meira hár núna en fyrir 2 vikum. Glemdur það fyrir klippingum? Nei, út af því að föstudagur langi var akkurat að fara til Robba og ég fælt að annarkvæð föstudag. Hittst akkurat að föstudagur langi var annarkvæð föstudag. Kræmi að rifir maður. En já, ok. Það var fyrir klippingu 2,5 vikur, ég gerum ekki að eitthvað. Hvað vill Friðjón vita? Hann er ekki, má ég klára setninguna? Hann síðan segir hann, I call him the change man. Já, þetta er einu svona en change eftir þú varst að væla við því. Mín spurning til þín, en hún er Blood Pure Muscle. Blood Pure Muscle. Hvað ætlaður að segja? Ekki neitt. Blood Pure Muscle. Blood Pure Muscle, segir hann. Blood Pure Muscle. Þannig að hinga til engin leiðindi til þín. Ég var að horfa Pop TV og gamla þetta strákonum og þá var blöðsau. Hvað er Egil? Þú ert að drepa þess að hvað Blöðsauðarkrókshetjan. Þetta er svo illa björg. Nei, hann skrifar blöðsauðarkrókshetjan. Já, ok. Rýr, hýr og tjöbbi í framann. Rýr, hýr og tjöbbi í framann? Nei, ég er bara venjulegur. Þú varst með allt niður því í strákunum. Ég er ekki nefnilega leðilegur. Þú var horfðum daginn. Ég er bara óskum venjulegur. Nei. Hæ? Þú varst feitur í framann og rýr. Nei. Viðurkenndu það bara. Ég var að piece of shit þegar ég var 9 ára. Þú varst 9 ára? Og síðan reyði mig í gang. Já, ok. Og síðan segir hann, því líka maður sem þú ert, man who fears no change. Tekur hann að tjöbbi þunnhara dverg og breytir hann með kindtröld sem detta 2020 og tekur 130 í bekk. Ég vildi eftir vinns og þig, Gilsi. Kveðja Friðjón. Já, ok. Og byrju, hver var spurningin? Þetta var bara spurningin. Já, sem er hver? Konseptið í spurningu er... En konseptið var það að þú varst að fara að hrósa sjálf með þér, drulliði mig, en þú ert aðeins að minka það. Nei, sko, hann er að hrósa mér og þér. Já, en heitir þessi dagsfjöluður ekki spurt og svarað? Jú, spurningin er hvernig ég fór að því að breyta þér í þetta sem þú ert í dag. Já. Frá því það sem varst einu sinni með allt neyruði. Og ég segi það bara fyrir því með dedication og næsta spurning. Það er hann Guðjón sem er með hana. Sæll man of cool cars. Man who lives each day like it's his last. Man who helps others in need and always... Maður þarf fötu hérna í til. Að því... Þetta fötu? Já. Það er að skíti í þessu og gerir í Galandi? Nei, til að æli. Það er það sem ég þarf. Hvað það er? Man of cool cars? Hann skrifa það. Finnst þið bíllinn svona flottur eða? Finnst mér? Já. Sendu mail á Guðjón. Já, mógu. Sendu það spurningu inn, Öðun. Hvað vill hann vita um Man of cool cars? Hann er ekki búinn að segja man who lives each day like it's his last. Man who helps others in need and always puts himself in second place, but is in first place in life. A winner. A best-selling author. Wow. Já. Sko, en að spurningunni. Já. Ég vinn hjá hárkollugerð Kolfinnu. Æ, gat verið maður. Þetta er ekki... Þetta er alltaf einsegil. Hvað? Þetta er þessi liður þess. Ég skil ekki, þetta er alltaf ok, á hverju skildan hafa samband við og hann er að vinna hjá hárkollugerð Kolfinnu. Þessi spurning hlýtur að vera mig. Ekki þar þú hár, þú þarna fullkomni maður sem átt á flottan bíl og fræðist ekki breytingar. Þannig að þetta hlýtur að vera blöðsaurinn. Sko, má ég klára? Já. Ég vinn hjá hárkollugerð... Hlakka til að bjóða Hjöppa leikinn. Má ég klára þetta? Já. Ég vinn hjá hárkollugerð Kolfinnu. Mér dreymt um að sjá Blöðkúl, segir hann. Það er eiginlega verra nafn en Blöðpúp. Blöðkúl. Það er alveg skelfilegt nafn maður. Blöðkúl. Hvað er Blöðkúl? Ég veit ekki, hann ætlaði að kíkja. Sko, Blöðkúl. Þessi líka hrósaður eins og hinn. Mér dreymt um að sjá Blöðkúl. Ég held að vera engin flottari með hárkollun okkar en hann. Ég veit að einn maður sem getur sannfattur ef hann byrjar undan kollunar okkar. Það er þú, man of inspiration. Ég ætlum að láta hann fá þær frítt. Getur að redda þessu. Man who fears no change, segir Guðjón. Þannig að Auðun, hendur bara þetta kollu. Ok, það er eitt sem ég er að spá í.
svona síðustu vikur, af hverju byrjaði að spurt og svara að snúast mig? Þetta var alltaf þig, sem var mjög skemmtilegt, það var að spyrja þig og þú áttur að svara. Svo allt í hennu breytist þetta bara, þú að rakka mig niður, basically. Nei, Hvað var það var að spyrja þig? Nennur ekki bara að spurja fólki hérna úti, því þetta fólk sendir mér þetta inn, einhvern veginn snýra spurningar allt í hennu eitthvað þig, en þetta snýst það, hver var að hrósa þér hérna? En hvað, finnst þér ég að vera með hárkollu? Finnst þér svona ljótt ára sköldur? Nei, er ekki ljótt ára sköldur, sagði það. Ég ætla bara að færa þið mjög vel, að vera með, útlega því að þú getur, sett á ljósa koll í dag, rauða morgun, svarta á föstudaginn, þetta er hvernig skapið út í, ég fatt ekki hvort ekki að vinna með þetta. Hvað, bara eins og eitthvað trúður? Nei. Hæ? Svo Vílítið rugg. Það var spurt og svarað, ég veit ekki, þú náður að, þetta átti að vera blöð, kúkur, var það cool? Það var cool. Já. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, all my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Í sambandi við nafn, síma og heimilisfang fólks og fyrirtækja. Láttu já.is vísa þér veginn í tölvunni og í snjallsímanum. Já er svarið. Vorútsala er hafin í Smáralind. Rýmum fyrir nýjum vor- og sumarvörum. Komdu og gerðu góð kaup. Sjáumst, Smáralind. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæði eða bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 rétta velgina. 1x2, við tippum. Nýtt í bíó. Stórmyndin G.I. Joe Retaliation 3D. 1 hour ago, London was completely destroyed. Ein flottasta spennumynd ásins. Með Bruce Willis, Dwayne Johnson og Channing Tatum. G.I. Joe, let's get to work. G.I. Joe Retaliation 3D. Komin í bíó. Í kvöld munu Lára Rúnars og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og það er frítt inn. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Túborg kynnir. Hljómsveitin Dimma á Bar 11 í kvöld. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. FM 95 blöð á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Já, þeir eru að hlusta á FM 957 með ykkur í dag er Egill Einarsson og Auðun Blöndal. Auðun Blöndal var rétt í þess að bjóða vini sínum til Manchester á leik United City. Takk fyrir það, Blöndal. Já, sjáum til. Er það ekki bara, ég veit bara að heyra út í þeim málið, þá var ég ekstra góð að skapa allan dag og segja bara, ok, þú kemur með. Hætt að hóta mér að bjóða hjálpaði einhverjum öðru. Segðu bara, we're going. We're going. Það svoleiðis. Já, það er komið af stundum staðrindum hér í FM 95 blöð og ég ætla að byrja... Erum við ekki farið first date hérna núna? Stefnumótasíðuna? Já. Nei. Ok. Ertu með, já... Förum við það svona eftir, fljótlega, ekki 5-leitið. Já, bara... Út af því að þú ert eftir að elska það. Fílar ekki stjórnlega staðrindir? Jú, en þú ert eftir að labba hérna yfir, þú ert að smetla einum á ennið á mér. Jafnvel á munnin á mér, eftir það. Það eru engar líkur á því að ég mun elska stefnumótasíðuna þannig í dag. Jú, ég get lofa það því. Já, bara svona eins og hinn 2-3 skiptin. Nei, ég bara ekki það lofa, þú munt labba hérna yfir og smetla einum á. Nei, það er ekki séns. Ok, en við sjáum til. Ekki séns, en við viljum að fara núna í sturlar staðrindir og... Já, ég ætla að byrja hér á fyrstu. Shimon Djamo er þýskt orð yfir manneskjum sem er orðin pakksödd en getur ekki hætt að borða því að maturinn er svo góður. Ég vil í Shimon Djamo. Já, ég líka. Ég held að séu bara flestir í kringum mig með haldið þessu. Þú ert náttúrulega
þú borðar, þú dettur í gírinn, þá borðar þú ert sattur. Þú getur borðað 16 pítsu einn. Já, en svo líður mér alveg hrikalega illa eftir það. Ég tek þetta á innsóinu. Ég passa mig að verða ekki sattur, sko. Hvernig getur þú borðað 16 pítsu einn á gríns? Það er ekkert svo erfitt. Það er aður. Það er ekkert svo erfitt. 3200 kalórir, sko, bara á korteri. Já, pizza er bara svo góð. En þetta er líka, sko... Þetta er bara pítsur á það ekki, það getur aldrei... Jó, jólamaturinn, ég átt með einu svo satan að ég gæti ekki borðað í 2 daga. En það var líka, sko, það sem er svo hættulegt með mig... Já, það er ekkert jók, ég eigðilega bara fyrir mig jólinn aðfangandag fyrir svona 5 árin síðan. Því ég dett alltaf í trúðin. Ég er ennþá svona krakka, bara það er svona krakk í mér og það fannst öllum árið svo fyndið hvað ég var búin að borða mikið. Já, ég helst áfram bara. Já, við vorum hjá Ingu frængu og það var bara hérna, býtu, hvað ertu á 7. sneiðinu eitthvað? Þú voru að borða hamborgarrygg. Þú æstist upp og fórst í 10. Já, ég byrði hér að svila og eitthvað líð illa. Mér finnst þetta bara svo gott, maður, ég finn ekki fyrir þessu. Svo náttúrulega bara gæti ég... Og lástu síðan bara eftir? Ég gæti alltaf að opna pakkana og ég borðaði ekki fyrir náðu annan í jólum. Akkur eldur ekki bara? Já, það hefði ljótt að segja, það hefði kannski verið sniðugt að setja bara butan. Ég var bara veikur eftir þetta í maðan og skelvett. Allavega, hér kemur næsta að læra tungumál, nýtt tungumál eða hljóðfæri, eykur greind þína og hægir á öldrun í heilanum. Sturlu staðreynd. Wow. Kannt þú eitthvað hljóðfæri? Já, hljómborð. Nei, þú kannt ekki hljómborð, en kannt á eitthvað hljóðfæri? Ég er ekki að svara spurningu, segi bara alltaf nei. Ok, fyrir utan hljómborð, verður bara hreinskilin, er eitthvað sleppum þessu hljómborðinu. Já, ég er fínn á gítar. Sem þú spilaðir á í Mercedes-klöpp. Ég er fínn á gítar. Kanntu á gítar, kanntu eitt grip eða eitthvað, ekki ljúa mér og hlustundum. Ég geti tekið hérna Andrew Sand með medalöku fyrir á gítar. Nei, það getur ekki. En hvaða tungumál kanntu, Egill? Ensku, íslensku. Já, kannt ekkert meira. Þú getur ekki bergað í þýsku, eða? Jú, reyndar. Já. Og smá í spænsku. Smá í spænsku? Smá í dönsku. Já, hvað, cerveza og eitthvað svona, bara eitthvað barnaorð? Sí, señor, þessi. Þetta var eitthvað óþægilegsta spænska sem ég heyrst. Ljóta allir kjafti, ég geti starga mér, ég get talað um leigubílstjóra á Spáni. Sí, señor. Ok, sest upp í leigubíl, ég er spænskur, sest upp í leigubíl og segðu hérna, herru, ég þarf að komast að Nou Camp, hvað er ég lengi að keyra þangað? Señor, Nou Camp. Þú mútti bara, yes, keyra. Það þarf bara að heyra að þú er einhvern að kenna þér út í leigubíl. Segðu bara hvað sem hann veit þekkir. Senjör, þá kemur hann, Nou Camp. Og þú keyrir hann þangað. Problem solved, KO á mér og þig. Ég skráta þér þessi KO. Ég kom náttúrulega með skelvilegt dæmi fyrir þig. Komaður á Nou Camp, ég átt að finna eitthvað aðeins flottnar en það. Ekki Nou Camp og ekki bjór, að reyna sem gandeldi í spænsku að segja Nou Camp og cerveza. En svo kemur hér, þetta er líka áhugavert. Svört hjón frá Nígeríu eignuðust hvítt barn með blá augu og höfðu aldrei séð hvítan mann með berum augum áður en það gerist. Allir komið að kjafta þess ég heyrt, sko. Nei, þetta er styrkla staðrind. Málið er að konan hún hefur verið heima á sér. Gænið farið eitthvað viðskiptaferð. Það er náttúrulega fyrsta sem þú hugsaður um. Það er bara eitthvað framhjáhald. Nei, síðan seg. Það er náttúrulega fyrsta sem dettur í þinn sauru... Hlustaðu bara þinn. Slakað á. Hér komið ykkur víkingur. Bara með sítt ljóst hár og blá augu og... Þau hefur aldrei séð hvítan mann. Sem er meðspilnarskeið. Er ekkert hvít fólk í Nígeríu? Aldrei séð hvítan mann? Nei. Já, þau eru einhver ættbálkur aðna eitthvað. Já, ok. Þannig að þetta allavega telst sem kraftaverk aðna í Nígeríu. En þú vilt náttúrulega meina það. Þetta sé bara eitthvað lígi. Það mætti einhver víkingur aðna bara með fyrstu flugvél og... Svo kemur hér. Konur eru mun meira pikki en karlmenn þegar það kemur að stefnumótum. Það er 100%. Sturlu staðreynd, já. Ákveður heldur það sé? Léttara fyrir þær? Good question, Guðaró. Léttara fyrir stúlkur að fá karlmenn á stefnumót heldur nögut. Já, ég held að það geta ljúan en það. Það er samt ekkert mikil stefnumóta svona menning hér á Íslandi. Nei. Það er búið að reyna að keyra þau upp, það virkar ekki. Já, Þetta er ekki svo hérna... Í Bandaríkjunum já, það er mjög vinsælt. Þetta er bara sæl. Það er bjóður á stefnumót. Já, það er líka mikið að, þú veist, vinir eru að húka upp öðrum vinum á svona blind date og svona. Það er mjög vont. Það er búið lítið Íslandi. Forðast blind date alveg og bara for the love of God. Ok. Svo kemur hér næsta, manstu þegar ég sagði frá hérna það var einhver fiskur sem gerir þetta líka, en það er ekki bara fiskar, einhver tegunda fiskur sem gerir þetta því að bonobo apar. Bonobo-apar? Já, bonobo-apar heilsast með því að sofa hjá hverjum öðrum. Já, hvað eru bara öll dýr í þessu? Nei, það ætlaði að koma með 2 tegundir núna. Já, bonobo-apar? Já, og svo var hitt ekki einhver fiskur. Já, minni það. Akkur, er ekki einhver töff að taka spaðan á mönnum með? Jó, þetta er eitthvað ágætt. Þetta er líka ágætt svo lið. Sætlitu. Þú myndir mæta kolbarnu bara til götu og hérna
slakurum í hann. Já, býtu, heldur að þetta sé, já, auðvitað, er þetta þá átöðu bæð, eru þeir sem sagt, tvíkynir, Bono og Babar, heldur það? Það er bara 100%. Já. Þú ert bara í smárlind og mætir Ásgeiri Cobainsen, í staðar að taka spaðan á honum og bara... Já, áfram með þetta hérna, að sofa með bánsa, losar endorfín, þú sefur betur og ert afslappaðri. Svo með bánsa? Já, ég er að spæða, er ekki einhver svona aldurstakmörk, var ekkert kjánalegt að ég myndi sofa með bánsa? Nei, bara krúttett. Það? Það er mjög dúlulegt. Ég myndi finnast það bara eins og ég var... Þú farið beint. Eins og var eitthvað rangt. Nei, beint í tösurös og eftir, og þá náður í bánsa. Það er bara svo leiðis. Einhvern stóran, krútlegan, mjúkan. En sko, þið þarf að þekja vænt bánsan örgla, svo þetta virki. Þú myndi elska hann eftir svona 2-3 daga. Heldur það? 100%, farið í þetta. Nei, ertu það ekki eins og eitthvað peto bara? Þú segðu með bánsa og ert orðin 30 og ég get ekki staðið í því maður. Hæ? Sumir eiga bánsa allir lífið. Já, eitthvað kemur bara heimtíðin og það er eitthvað stór bánsi í rúminni þínu. Krútlegt. Já, ég er bara perralegt. En kúra með viniðinum, það er ekki... Það var nefnilega sem við varum að ræða hérna daginn, hvort að það, ég og Pétur Jóhann vorum að ræða á miðvikudaginn, hvort það sé óeðlilegt að kúra með öðrum strákum. Ég held ekki það. Nei, kannski ekki. En ef þú myndir liggja með, segjum bara... Ég var til að kúra með Pétur Jóhanni, hann er algjör svona bánsi. Ég var ekki droslega mikið til að kúra með þér. Sko, slaka það svo. Bara var hreinskildi. Já, ok, ef þú verður þú og Pétur myndir fara í eitthvað grín, þið myndir fara að hlæja og það er vandræðilegt. Ég sé þig og Sverrir Bergmann fyrir mér, liggi í sófanum heima þaður, þú fyrir framann, hann fyrir aftan, á hlið, og hann er með svona hendinni yfir þig, og þú eru að horfa að American Idol. Gætu, nefnir að taka minnst af þig. Ég fekk svona óflóta tilfingur í maður þegar þú sagði þetta, að þið byrja að sjá þetta fyrir mér heima. Nei, við erum góðir, við erum feskir. Næsta, mörgæsir, fá það einu svona ári, greiði mörgæsin. Hvað verður að fá einu svona ári? Ég veit ekki, það er bara einhver, lítil gretta þar á ferð. Svo er það hér. Te er næst vinsalasti drykkur heims. Hver er nummer 1 Egill? Coca-Cola. Þetta er svo fallegt. Ef einhver svarar Coca-Cola eða kaffi, þá er hann vittlaus samkvæmt Sturlaugur staðreyndum. Segðum að grjóthalda kjaftu Sturlaugur staðreyndum. Nei, vinsalasti drykkur heims. Það er vatn, vittlaus einhvern veginn. Eftir mikið, öðun. Ok, þú var að fá nautastek. Þú labbaðir inn í þetta. Já, ég endur vittlaus og bara takk fyrir að minna máða Sturlaugur staðreyndum. Ég er sem skít. Við notum undir 10% af heila okkar. Sturlu staðrind. Hvað þarf maður að geta að nota 100%? Vá, þá verður það goddamn genius. Já, það er bara þannig. Það verður ekki verra, það geta að nota 10% heilan. Nei, ég geta að nota 100% heilan. Það er rosalega. Svo er það síðasta og ég tók þessa með að ég veit að þér mun líða illa. Þú borðar 10 kóngular í svefni yfir æfina. Þannig að þegar þú liggur heima þig sofandi, þetta hlýtur að vera í Afríku eða eitthvað, ekki í Íslandi, ég trúi því ekki. Annars skotin hafið. Allan heim. Þannig að þú allan heim? Já, þú ert búin að gleypa örglega maður að segja, þú ert nú ekki dáinn, þú ert örglega búin að gleypa 5 kóngulær yfir æfina. Kannski eru þetta svo í útilegum og svona. Það er reynda verið eitthvað svo leys. Þetta voru sturlaða staðreyndir, ég sendi stuðkveðju á brósana sem eru staðir í Amsterdam, vonandi hafa það gott. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég seti eitthvað skemmtilega lag ásand. Allt niður þig. Ángast, það er föstudag, það er að koma sumar. Þú ert að svæfa allar. Það er bara mjög flott lag. Og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og það er frítt inn. Háskólagáttin er splunkunýtt aðfaranám við Háskólan á Bifröst sem heitir aðgang að háskólanámi. Engin skólagjöld. Háskólagátt.bifröst.is. Vorútsala er hafin í Smáralind. Rýmum fyrir nýjum vor- og sumarvörum. Komdu og gerðu góð kaup. Sjáumst, Smáralind. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Bóli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Bóli Léttöl. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Apríl byrjar
er ekki með gabbi, heldur 6,1 milljarði. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða á FM 957 og það styttist í stuðlagi hjá Gilstaranum. Fyrir þá 3 sem að þetta er gýrið við það. Á 3, sem var heldur góður. Hálft landist þetta er gýrið við það. Já. Málið er, þurfum að fara fljótlega í hana first date dæmið. Ok, hvað hérna... Sko, ég ætla að byrja, við erum ekkert að fara, fyrir bara í að næst, tökum bara eitt lag og veist. Við getum alveg... Það er núna. Mér er alveg saman, hvað er málið? Ég byrja á því að fá frá þér, Auðun. Já. Bara, segðu bara Egill Einarsson, takk kærlega fyrir mig að nennan standa í þessu. Ángriðs, þegar ég fæ ekkert skít frá þér. Og það hörðu... Ég er búinn að biðja þér 3 árum að hætta þessu. Posthólfið mitt er búið að fyllast af okkur skít út af þessu. Af hverju hættir það ekki? Ég fæ okkur 60 mail á dag og það er alltaf eitthvað fullt af fallegum einhleipum þeir að leita þér. Firstdate.com. Fullt af fallega einhlaupum, þetta er bara alltaf eitthvað endalaust og leiðu okkur stelpa að senda þér skilabóð, fæ ég mail. Já, en hvernig væri þá bara að gera okkur báðum greiða og henda þér út úr þessari síðu? Ég er að gera þér. Segðu bara takk Egill og getur haldið áfram. Það er að skemmtilega í þessu öllu saman Egill. Þú ert ekki að gera mér neitt greiðan. Þessi er bara helviti góður. Nei. Þessi er bara helviti góður. Af hverju það gera mér greiða ef ég er búinn að biðja að hætta þessu? Getur þú sagt með það? Því ég bara, svona eru vinir. Svona eru vinir? Gera eitthvað sem að hinn vill ekki eða? Nei, bara ég er að... Þvílíkur vinskapur. Ég hörðu, 2 stelpur sem eru óðar í því í dag, Auðun. Þá meina ég óðar með stórum stöfum. Ef þú ert búinn að tala við þér, þá hefur þið tekist að eyðileggja það. Ég get alveg lofað því. Nei. Jú. Sko, ein heitir Katrína og fær DK og 25 ára, önnur heitir Anna og fær Sveden 23 ára. Vá, komin í veislublandi, já. Anna er reynda fallegt nafn. Já, mjög fallegt nafn. Og Katrína, þetta ekki sáttu það? Jú. En hérna, sko, og nú ætlum ég að lesta fyrir þig. Og hvað, önnur er frá DK, Danmörku og hinn? Svíþjóð, þetta er rétt hjá. Þetta er around the corner. Þú ert alltaf að tala við konur sem eru í Danmörku og Svíþjóð og... Þetta er Norrlandi bara. Það er þessi ekki það? Jú, ég nægis alveg. Móðalegt, þú höstu. Nei, ég var ekki að skráði inn í Þýskalandi eða eitthvað þannig, sko. Slakað á. Þetta er bara henni kring, út af því að ég veit að þú getur hoppað yfir. En svo er þetta ekki... Nei, ok. Þú getur hoppað yfir bara hvernig þú vilt. Nei. Hérna, og búðu undir veislu. Katrína, DK, 25 ára. Hún segir við þig, hello there, ... Hún byrjaði spjallið. Hello there. Byrja þær alltaf spjallið? Ekki alltaf. Yfirleitt. Og ég hendi í, how are you doing? Ég sagði ekki hello there tilbaka, ég fór beint í, how are you doing? Ok, ég hrósaði fyrir það. Já, mest ekki hart. Og hún segir, I'm good, I'm new here and just starting to learn. Þá hendi þú í, well then you have come to the right place, I'm here a lot. Í, það er bara eins og sé eitthvað desperat. Sé alltaf inn á þessari síðu? Nei, það sé bara... I'm here a lot. Inn á einhverja dating síðu. Það skellur eitt svar. Nei, út af því að hún er ný, skilur þú? Já, og ég er bara einhvern old veteran að það. Sem verið að því mörg ár. Nei, út af því að hún getur alltaf spurt þig, veist, hvað þýðir þessi takki? Og þú ert með, strax með sagði, þú múið vera hana a lot. Já, nákvæmlega, því ég tókst að segja hana það. Og hérna, hún segir, hún KO-ið aðeins þarna. Ég verður ekki, hún pakkar aðeins saman hana. Hún segir, haha, no luck yet. Já, nákvæmlega. Þetta er bara sama og ég var að hugsa. KO-ið blöð hana. Öfutið, þú segist verið að búin að vera lengin á einhverja dating-síðu og ekkert gengur. En þú KO-ar hann tilbaka. Eitthvað mesta KO sem ég heyrt. Ég var hrósaði að vera þetta. Ég vil ekki heyra, ekki vera að hrósa mér fyrir eitthvað sem þú ert að skrifa. Bara höfum það alvar hinn. Það var einhverja nútið sem skildi miskilja þig. Og hún segir, haha, no luck yet. Og spurningmarki, og bróskall, hendi bróskall. Þú segir, no. When you're a hotshot celebrity like I am, you gotta be picky. K.O. frá Blondell á Katrínu. Nei. Jú, þetta var K.O. Nú byrja ég að fá óþægindasvitan. Nei, sko þetta því... Það ert alltaf að vera með þetta, getur ekki bara að tala við eitthvað stelpu hana? Þú ert ekki að reyna að hjálpa mér, sko. Ok, þetta stelpur hata celebrities. Það talar enginn svona. Hvernig það segir þetta celebrity? Hvernig það komaði að pent? Bara sleppa því. Celebrity er að vinna hérna einhverju útdarpi á Íslandi. Ok, hún segir what? Spurningamarki. Já, og hún skildi ekki svona hvað hún sagðir. Nei, hún sagði what og síðan var ég í vinnunni, glemdi að svara strax, en hún sendi, þetta virkaði, því að degi setna sendur hún aftur. Hún sendi what, beði eftir svari, ég skrifaði ekkert svar, hann að hún greinlega beit á agnið því að
Hún segir degi setna, so are you a celebrity in Iceland or is that just a pick-up line? Skilur? Þannig að hún sendi síðustu 2 posta. Hún sendi aftur eftir þetta. Já, hún er að ganga eftir þér. Og hún segir, is that just a pick-up line? Og ég segi, a pick-up line? He, thank you. I haven't laughed like that in a long time. Ég að þakka henni fyrir þetta. Mér þetta vond. Varst þetta alveg vond? Já. Og hún segir, so what are you famous for? Og þá þurfti ég alltaf að svara því, ekki fara í fílu út í, hvað þátti ég að segja? Hvað þátti ég að segja? Ég sé svipuna, hvað þátti ég að segja? Ég vil klára þetta bara, ég vil að ljúkir þessu af, þessu viðbjöð Ok. Það er að taka plástur. Þú segir, ég segi þetta ekki, þú segir þetta Egill. Við höfum það alveg á hreinu. Þetta er ekki ég sem er að tala við hann. Nei, þetta er þú. Þetta er ekki ég samt. Ok, sko. I'm a 4 platinum DVD bestseller. I have hosted 7 TV shows. Ég er ekki hvað, ég var búin að segja það. Hvað? Við vorum ekkert með neina 4 platinum DVD, sko. Hvað 3 öður? Má ígjum 1. Það má ígjum 1, það er bara svona... Þú ert alltaf lífandi. Nei, það er bara regla, það má ígjum 1. Ok. I'm a 4 platinum DVD bestseller. I have hosted 7, með stórum stöðum, TV shows. I am hosting the hottest radio show of all time in Icelandic radio right now. So you tell me what I'm famous for. Tell me. Upprópunarkall og ekki bróskall, hann átt svona smá reiður. Og hún sagði, lol, stórum stöðum, hún er laughing out loud, sem er mjög gott, út af því að þú vilt að... Hún er að fatta að ég sé hálf heftur, það er nefnilega gett. Og síðan sagði hún, I googled you and I can see you're not lying, ... Hún er googlaði kallinn, sjálfsögðu. Og ég sagði, hey, let's stop beating around the bush, when are we gonna hook up? Og ég bara, when are we gonna hook up? Spurningum hún endur ekki að svara þessu. Nei, skrítið. Hvað er langt sem hún sendi það? 5 dagar í senda. En það þýðir ekki hún sé ekki bara að svara, sko. Út af það stundum kannski hún bara að vinna eða eitthvað. Já, ég mitt. Allt vittlust að gera þannig. Þannig að þetta er... Þetta var, já. Akkur þetta nuttaður andlit. Já, því ég bara... Til líður illa, ég er að koma þér og Mér finnst þetta verra en spurt og svara. Þessi liðuðin. Ég verði ekki hérna, já. Ok, en þú eru mjög ánægð með Önnu, held ég. Æ, farðu bara fljótt í þetta. Þú byrjar að segja núna, ég ætla að hrósa þér það, þú tókst frumkvæði hana, þú sendir henni. Ég sendi henni ekki, þú tókst frumkvæði að senda einhverja píl. Þetta er þú, þetta ekki að ná þessu. Á, hvað sendi ég? Hvað skrifaði ég? Þú sagðir, like your pig. Like your, myndin hennar? Já, í staðan fyrir að segja picture sem er lúðalegt, like your pig. Þú sagðir ekki hello, þú sagðir ekki hello, þú sendir ekkert broskall, engin trúður í þarna. Like a pig. Hún hendur í broskall, thanks broskall. Hún svaraði með 2 broskallum. Það þýðir basically út inn í jackpot. Og þá sagði spurði þú, do you like my pig? Og þá segir hún, yeah, you look cute. Og þá sagði þú, yeah, cute and famous. Æ, þetta er allt svona. Þetta er bara allt svona hér. Hvað? Halda fram. Ok, þá segir hún, famous, spurningamarki. Það er ekki að setja beint í sjót með ekki setja beint í lag. Nei, ok, klára þetta þá bara. Já, má ég klára þetta? Já. Ég sá að setja í lag, hvað setja í lag? Nei, ok. Og þá segir þú, you bet your ass I'm famous, I host F9FM Blue and F9FM Sjö, that's what I'm doing. Ég mitt. Og hún segir, so you work on the radio, what kind of show? Hún er forvitin. Akkurat, já, mjög svo. Og hérna kemur þú með, just me and all my famous friends. It's every day from 4 to 6. On Mondays I have Björn Bray. Tuesdays I have Chubby Little Mushroom Man. On Wednesdays I have The Hobbit, Peter Johan. On Thursdays I have Chubby Chubby, who is currently not chubby anymore. And on Fridays, oh my lord, that's my favorite show. Gat, byrjar að hrósa sjálfið maður. Ég verður ekki ná, þú veist maður getur maður að hrósa sjálfið alltaf mikið þennan þettin. En já, það lítur að koma eitthvað veistla fyrir þið núna. Nei, það er góð. Og þú segir, oh my lord, that's my favorite show. Then I have The Bodybuilder. / actor, / best-selling author, / musician, and one hell of a goddamn human being, E. Jill Einerson. Okay. You would love him, segir við hana. He's an extraordinary man. He bench presses 165 kilos. Ertu að reyna að koma mér út eða þér þarna? Hvort ertu að reyna að koma mér á date eða sjálfur á stefnumót, svona þú ert að tala við Önnu þarna í Svíþjóð? Þér að sjálfsögðu. Ok. Já, hvar var ég? Já, he bench presses 165 kilos but is still funny and good looking. His car has 421 horsepower. I can hear him miles away when he picks me up. He doesn't even have to text me when he picks me up because I can hear his car.
You maybe, maður klára, you maybe think he's fat because he can lift all that weight, but he's actually a Matthew McConaughey lean looking. Þetta sendir þú á Önnu. Hún endur ekki búin að svara ennþá. Nei, það hægt alltaf að svara í lokin og það kemur mér ekki óvart. Þetta var first date síðan hans Egils og sennilega síðasta. Nei, verður smá þolinmóður því að þú ert að fara hit the jackpot. Nei, þú ert alltaf að reyna að hook me up og þú færð ekki einu svona svör. Jú. Veistu hvað lag fær mig til að hugsa þig? Það er bara vesen í kringu þig. Release a nigga, Rick. Girl, I know you want this. Já, sex í dag. Fucking problem. Nei, fyrsta lagi dólar að segja fucking. Ég veit það, maður á ekki að segja svona. Það er bara fyrst með neðan alltaf hellur. Tekið þetta tilbaka. Viðurkenna. Ok, en Öðun. Já. Ég var að lesa Gerard Depardieu, hana... Franski leikarinn. Já. Allt niður þessi. Nú? Það sendi ykkur konu ástabrif. Já. Og það fann það ykkur og það er allir að lesa það. Þú ert svona henn íslenski Gerard Depardieu. Veitu hvað okkur með allt niður þessi þegar hann sendi ástabrif? Ekki, það er náttúrulega ekkert að senda það í fjölmiðla, sko, að senda ykkur hot lady það. Þú ert eina celebrity á Íslandi sem hefur sendt ástabrif og veit allir að þið. Nei, ég sendi ekkert ástabrif. Ég hef aldrei sendt ástabrif. Þú skrifaði það bara og sendið það ekki eins og Akkur heldur ég að geta lesið upp í Ödd og Sveppa? Af því ég átti það ennþá sjálfur. Ef þú skrifaði það heima... Hæ? Sko, ég veit að þetta er kannski óþældar eða þetta, en hvað varstu gamall hann aftur? Þegar ég skrifaði ástabrif? Já. Ertu með það eða? Nei, ég er ekki með það. Held ég á blaði eða hvað er það? Það er kannski einhver búinn að láta hafa það eitthvað. Hvar er það samt? Ég myndi naga af mér lyklaputta. Ég myndi að naga hann af til að fá þetta bréf og lesa það hérna. Ég er búinn að lesa, ég las bréfið fyrir Sveppa í Ödd og Sveppa. Já, en ég vil lesa það í F95 blöð. Hvar er bréfið, Öðun? Ég veit ekki hvað það er. En get ekki bara fundið en Ödd og Sveppa þátt og skrifa það aftur upp? Hvað viltu vita? Hvað er málið? Þetta er ekkert feimnismál. Ok, þú sé að skrifa ástabrif. Já, ég var heima hjá mér fullur og var búinn að vera að horfa hann svo mikið að sábópuru eða eitthvað. Datt ég eitthvað smá rögglátt að þegar ég var 17 ára, ég veit ekki hana. Ok, varstu 17? Já, ég held ég að vera 17 ára gammal, já. Á Sauðárkróki? 17 frekar en 16, það væri 16. Á Sauðárkróki? Hæ? Á Sauðárkróki? Já, á Sauðárkróki. Ég bjóð þar fyrir 17. Á hælunum? Nei, ég lág bara á stöðbuxum og ból. Ok, þú á Sauðárkróki? Ég skil að sé þunglindið þið þar. Það er ekkert þunglindi, Sauðárkrókur er stórkastlegu bær. Ákveður þarf þetta að vera þunglindi til að skrifa ástabrif? Ekki það, ég þakka Guði. Varstu í góðu skapið að skrifa þetta bref? Já, ég var í ágættu skapið. Varstu hreinskilinn? Hæ? Varstu fullur og reiður? Ég var ekki reiður, en ég var að sippa eins. Ég var búinn að henda nokkur mými og það var að versta við brefið að ég skrifaði alltaf glugg þegar ég fekk mér sopa. Það var sannlega hallæðislegasta sem ég bara lesaði á ævi minni. En alltaf þegar ég fekk mér sopa meðan ég var að skrifa, þá kom glugg. Shut up. Já, ég var á síðasta bjórn. Þetta var eftir ball. Ég var á síðasta bjórn, þannig að ég var orðin 17. Bara ballið? Ég var komin heim. Hæ? Bara ballið? Það var rúglega verið í miðgarð eða Bifröst. Já, djöðlega það fyndið. Það skildi að verið í miðgarð eða Bifröst. Hvað er svona fyndið það? Það er svo mikið púp stundum. Ákveður? Nei, bara þú veist, heim á Sauðárkróki og ferða böll og bara miðgarði og velinn fólk í bæinn, sko. Hæ? Velinn fólk bara í 101, jamma þar. Nei, besta fólki fer á sveit, veistu hvað er gaman á sveitaballi? Skammast minn ekkert fyrir það. Akkur aldrei tekið maður sveitaball, þú ætlar að sýna mér álur sveitaball. Því að sveitaballa menningin er eiginlega bara því miður dáin á Íslandi sem er alveg sorglegt. Skemmtilegt sem hún gerði var að fara á SSOL eða Sálin eða eitthvað í miðgarði. Það var ekki ekki. En ok, varstu svona á ballinu fyrir kvöldið, þú hittir þessa lady sem varst ástfangin af at the time og sagði við þig, Auðun, hoppaði upp í raskataður og dröllaði heim. Nei, það var ekki henni. Hvað sagði hann? Hún vissi held ég ekkert að ég var í skotinu innu, sko. Okkur sagði hún það ekki bara? Ég veit ekki, ég var feiminn. Varstu feiminn á þessu tíma? Hæ? Varstu feiminn á þessu tíma? Okkur er miklu skemmtilega að ræða þetta og sveppa heldur við. Það er ekki hægt að tala við þig neitt. Ég er bara núna, ef ég byrja að ræða eitthvað við, þá fæ ég bara óþægindasvita og ég veit að ég er að fara að segja eitthvað vitlaust. Nei, ég bara er að spurja. Já, ég var feiminn við stelpur. Þú varst feiminn við stelpur, þessum aldri. Já. En varstu ekki bara að fara alkohól hann á ballinu? Jú. Smá? Smá. Ég drakk og lítið þegar ég var núna. Horfður bara á hana svona í fjarlæð, þorði aldrei að labba henni? Já, ég hafði talað alveg við hana. Hvað sagðirðu? Bara, hvað heldur ég sem er það bara einhverju diktafón? Ég hafði alveg talað við stúlkuna. En hún hafði ekki hugmynd að þú væri eitthvað skotin í henni, ekki hugmynd henni? Já, henni er nú örgulega grina. Hvað kona er þetta? Það skiptir engum máli. Segðu það bara, hún er þess að hlusta. Hún á mann og börn í dag, hvað heldur ég sem fara að segja það? En hún hefði ekkert hitt jackpot, fengið Blondale. Nei, ég held hún sé bara mjög fínt. Hún hefði lausið það. Ok, þú ferð á ball,
Þú þorir ekki að tala við hana, þú ferð heim einn og drekkur bjór og skrifar ástarbréf sem hún sendir aldrei. Hvað er að þér? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki hvað það ekki. En ég sendi ekki bréfið. Ég vaknaði daginn eftir og hugsaði með mér bara. Hvað er að þér? Já, það er nákvæmlega það sem ég hugsaði. Ég vaknaði ekki daginn eftir eitthvað bara þunnur og bara hvað þetta er rómantískt, best að senda þetta. Ég hugsaði bara með mér þegar ég vaknaði sjálfur. Jesús, er eitthvað að mér? Glugg. En okkur geymdur að það var sturtaði bara niður í klóstið að brenna það eða eitthvað. Já, ætlaði ekki verið fyrir eitthvað svona moment. Hvernig er þannig að risabott endalaust pláss í honum? Upp með legglíðarnar og tippum. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina, 1x2 við tippum. Nýtt í bíó. Stórmyndin G.I. Joe Retaliation 3D. 1 hour ago, London was completely destroyed. Ein flottasta spennumynd ásins. Með Bruce Willis, Dwayne Johnson og Channing Tatum. G.I. Joe, let's get to work. G.I. Joe Retaliation 3D. Komin í bíó. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Nú er lottobátturinn fjórfaldur og stefnir í 33 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Í kvöld á Stöðu 2. Spurningabomban er skemmtilegasti spurningaþáttur landsins. Frábær skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna undir öruggri stjórn Lúga Bergmans. Spurningabomban í kvöld klukkan 20:10 á Stöðu 2. Stöðu 2 í léttandi háskerpu. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð, virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tveir harðir hér á FM 957. Tvæhad í miklu fjöri, enda föstudagur klukkan að, nú 20 minútur í 5. Vá, hvað þetta er bljótt að liða. 5. apríl og þú ert komin í sumarskapið, eða ekki? Það er hárið rétt hjá þér, Blondale. Já. Vá, ok, komin í sumarskapið. Men það, málið. Já. Þú ert svona summer boy. Þið líður betur á sumrin. Ég meina, er einhver winterboy, eða? Nefndu með winterboy. Já, svona fólk sem elskar að fara á skíði og snjóbretti og svona. Og svona jeppagörar. Þetta er eitthvað gæði sem fíla veturinn meira en the summer, er það að segja mér það? Já, ég held að sjálfur nokkur að núti sem fíla veturinn betur. Skrítið, en satt held ég. Já, ok, weird. Já, mjög weird. Það styttist hér í, lagið hans Egils. Hann vil meina að stuðlag og þú ert væntanlega búin að velja eitthvað, þegar ekki? Já, ég vil meina að það sé stuðlag. Já, það kemur einhverjum að núti í stuð. Hefurðu farið á rave eða? Fyrst þú elskar svona tónlist? Já, ég meina, ef það er rave, þá fær ég á það. Ha? Það er bara ef það er rave og klakkarum. Eru haldin rave á Íslandi? Það er einlega vandamáli. Ég þarf að taka þetta að mér. Það vantar eitthvað sem getur bara haldið ball, bara með stuðlögum. Ég er að fara að henda mér í það. Það er bara svoleiðis, ég get lofaði því. Þú ert að fara að halda stuðlaða ball? Já, ég er að fara í það. Veistu af hverju? Það er enginn að tækla þessa tónlist. Það er svona 100 manns að núti sem elska party með þessa tónlist. En gæti verið að sé einhver ástæði fyrir að sé enginn að hendi í þessa tónlist? Já, það er bara til fólk eins og poop, eins og þú. Nú vil leiðindi. Það er ástæðan. Nei, kannski að því að það er ekki markaði fyrir hann. Ég veit ekki, ég er ekki að reyna að vera dónalegur og leilur. Ég er bara að segja að kannski er ekki markaði fyrir svona tónlist og þess vegna er ekki verið að spila hann. Ok, en ég verið með stuðlagakvöld og það fyllist kofinn. Já. Skráður hann eins og K.O. og The Poop, eða? Já, ég heiti Auðun. Eða Auði. Það er flókið fyrir það. Já, ég skal skrá það niður sem K.O. Það fyrir náttúrulega eftir hvað, ef þú ætlar að fylla þessa 70 fermetra þína þannig í kórónum, þá er það ekki K.O. Nei. Hvað á að halda þetta? Ég ætla ekki að halda þetta í 70 fermetrum í kórónum. Nei. Piece of shit. Þú var að spara að halda þetta eitthvað sem er pláss. Já, það er ekki nóg að fylla bara kofan, skilurðu. Ég spá ég hafa þetta spott. Men þú getur fyllt bæjarins bestu og það er alveg sama þó að spila saur. Spá ég spott. Og hendur 4 manneskjáðarinn. Það komast 1000 manns á spott. 1000 manns, Auðun. Já, ef þú fær 1000 manns á stuðlaball með þér, skal ég dansa bera ofan við eitt lagið. Þú ert ekki að fara að fá 1000 manns. Got yourself a deal. Ok, en hvað fæ ég ef þú getur það ekki? Hvað viltu? Já, ekki þig bera ofan, ég fæ nóg af því. The handjob? Nei, hvað er eitthvað að því að stríðar? Vá, skemmtileg stríðni. Ég líti að geta fundið eitthvað. Bara, hversu hátt er þú til að fara? Er það ekki bara kassi eða eitthvað? Nei, það þarf að vera eitthvað almennilegt.
þetta ekkert flóki, ég menn alltaf fylla spott, ég geti fyllt höllina sem nefnir renna því. En þá þarf ég sjálfur að græja hérna, ég veit í höllinni, þá þarf ég að redda hérna græjum, ég þarf að redda... Við skulum ekki tapa okkur. Byrjaði bara á spott. Ef þú ætlar að halda svona, þú ert sem að þér alvara með þetta, ekki? Jú, ég ætla að halda stuðlaða ball. Já, verður þá á einhverjum stað svona spott eða eitthvað svona sem að þú allavega, hann líti ekki tómlega út. Býta okkur, eru ekki trú á höllinni? Á höllinni? Það var 7000 manns á skúter. Ég er að fara að spila skúter með... Það er að því að skúter var á svæðinu. Öllum skýt saman það. Hvað heldur að fólk bara sé æst í það að koma og horfa því ít og play og það kemur eitthvað lag? Ég er verið að DJ, við erum með headphone allar pakkan, sko. Og veistu hvað ég er að gera líka? Allir sem koma fá glowstick í hana frammi. Vó, herðu, þá reyndar áttu séns. Því lík veistla maður. Allir byrjuðu að brjóta það. Setja hálsinn. Geggjað. Þetta ekki að segja mér. Allir fá glowstick nema þú, púk. Það verður bara þannig, segjum við þér það fá allir glowstick nema the poop. Og bara, hvað ég segja við hennar við glowstick? Segðum bara, fá ég glowstick. Hvernig ætlar að vera með þetta? Svo maður getur fara að plana ykkur að góða ferð. Ég ætla að... Hvað mennur góða ferð? Það var erlendis þetta. Þú talaði leðilegur, þú ætlar að vera erlendis. Það reyndar ekki við tapa veðm, en hvernig við... Ég var að spá, hvernig var að hafa þetta? Hvernig veit ég hvort ég tapa veðm? Það er allir búin í prófum, það er bara þannig. Fólk þarf að búi í prófum. Markkópurinn, sem er bæðið við allir í Íslandi. Ok, þannig að þetta er ekki... 300 mann sem komast. Þannig að þetta er ekki krakkar ólingar, basically. Það er bara 18 inn. Já, 18 aldurstakmark. Já, þetta er ekki flókið. Hvað, þetta er með kúk í hausnum, eða? Nei, hvað fóðalertu? Nei, þetta er ekki flókið, sko. Það er bara 18 inn. Ég er bara að spyrja það. Það er glóstikk í hörðinni. Já. Og spott ykkur 1000 manns. Og ég er að spá, ok, þú málega er, nú ætla ég að spyrja þig, þú erum að vinna í skemmtarnarbransanum í 20 ár. Hvernig væri helgin, Eurovision helgin, á föstudeginum, út af því að forkeppnin á 50-deginum, við erum 100% dett út, þannig að við erum ekki að keppa á laugardeginum. Þannig að helgin er dauð, vanlega Eurovision-stemning, ef við erum á laugardeginum, ég og Líf er að fara beint á the shit. Það er þín skoðun, og þú er rétt á henni, ég er ekki sammála þeirri skoðun. Heldur við að fyrir áfram upp úr riðlinum? Ég neita að svara því hér. En, já, ok, mér er alveg sama hvað helgi og heldur þetta. Málið, þú sveistu það á mig, þetta er ekki góð hugmynd. Já, alveg meira á það. Svo helgi á föstudeginu, fyrir laugardagskvöldið sem við komum svo sem er ekki á. Já. Það var allir búin í prófum, það komið sumar, komið gott veður. Besta hugmynd sem ég fengið það? Ég veit ekki, þú fengið nokkra lélegar. Jó, það er kæft. Hvað voðalettu tens? Alltaf með leið. Ertu á bullandi keistlega? Nei, gegnum byggri. Nei, þú ert eitthvað svo tens og það má ekkert segja. Þú ert alltaf svo leiðilegur út af stöðlugum. Nei, ég var að styðja þetta. Nei, takk styðja þetta. Með Avil Nation og er vist gríðalega vinsælt hjá fitness-keppendum, ekki satt? Jó, er ekki margir með þetta þegar þú er í fitnessinu? Ég skal að pósa við þetta. Já, ég hugsa að þetta væri lagi sem ég myndi pósa við, ég var að keppa í fitness. Já, ekki það sé bara að gerast. Ég myndi pósa við næsta lag. Hvað er næsta? Þú veist ekki eins og hvað næsta lag er? Næsta lag er þetta gegja? Ég veit nákvæmlega hvað næsta lag er, og það er komið að Push the Button. Já, ég gleymi þú að þetta komið trailer. Það er, já. Push the button. Já, róleður. Push it. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Gæst ekki haft hennar trailerinn aðeins lengri, eða? Það er svo stuttur og catchy hér eitthvað. Þetta er bara mínúta af rugli hérna. Æ, DJ Muscle Boy. Já, þú ert ennþá að vinna með... Það er margir búin að hrósa mig fyrir að vera DJ Muscle Boy. Ég fór hérna... Það er bara eins og þú ert að hrósa einhverju svona vorkinni, sko. Akkurru? Já, þetta er versta DJ-nafn sem ég hýrt. Kemur óvart á sitt neikvæður DJ-nafnum mínu. Ég myndi vera DJ Öðun Blöndal.
Sér til Nei, heiðurs. það væri skelfilegt. Það væri reyndar að versta sem hún gæti gert mér. Ég er ekki að grínast. DJ Auðun Blöndal. Það myndi kalla það DJ Auðun Blöndal. Ég spáði að gera það. Það er eitthvað besta hugmynd sem ég fengi nú. Þá fyrst kæri Ég fekk hana live. Þá fyrst kæri Getur við kært með þetta DJ-nafn? Já, ég get alveg kært þig fyrir að nota nafnið mitt. En DJ Poop. Já, þú mátt alveg vinna með það. Það veit allir að tala þig. Nei, ég er ekki DJ. Þú mátt alveg kalla það DJ Poop því að það á bara vel við. Því að það er leðja sem út að spila. DJ Muscle Boy. Ég mjög náttúrulega að fara í fílu. Svona fílu sem lítið bad fyrir fílu. Bara fara til hotn. Ég sé hotnið hana, ég fer á hana gátt. Ég horfa á vegginn. Ég set og horfa á vegginn. Það er svo vilt það. Og ekki fara í stuðla eða? Ef þú heldur svona áfram, það er ekki stuðla. Ok, ok, reyndar ekki. Við ekki að þetta var ekki góða mitt. Það er næsta stuðlag. Veistla fyrir okkur inn. Já. Næsta stuðlag. Það er semst komið að stuðlaginu hjá Gilsaránum. Já. Og ég hef ekki mikið spilað hana meistara, en ég þarf ekki að kynna hann. Þetta er þessu meistur sem ég þarf ekki að kynna. Já. Ég heiti fucking Baxterinn. Baxter, er það skúter? Það er söngurinn. Hann heitir H.P. Baxter. H.P. Baxter. Vístu þér að þú er oft spilað skúterinn? Í stuðlögunum mestalagi tvisvar og ég er búin að vera 100 stuðlög. Já, allavega tvisvar. Og Baxter er búin að vera á toppnum í danstónlist frá að við vorum í 8. bekk þegar hann kom með Move Your Ass. Já. Og hann er ennþá á toppnum. Nei. Og veistu hvað hann er gamall? Hann er ekkert á topp. Hann heitir Hans Peter Geddes og hann breytti nafninu í H.P. Baxter. Hann er fættur 66. Vá. Hvað? Fínast. Hvað? Vá. Nei, hann lítur út að vera svona 30. Nei. Það er nefnilega ekki. Bara þetta lífverðnafn, ég er að horfa á hann hérna núna. Þetta lífverðnafnum, hann lítur ekki út fyrir 30. Ekki þú reyna að skilja lífverðni tónlistarmannsins. Já, ég sé það er ekki gott allavega í honum. Sko, hvað heitir lagið? Þetta er svolítið nýtt lag. Nýtt með þessum hvað? Manni. Þetta lag heitir The Only One og búið undir veistlu. Poop. DJ Auðun Blöndal sem ég Skástrík DJ Muscle Boy er núna með Þú fær aldrei að kalla þig DJ Auðun Blöndal. Það er bara gleymdu því það strax. Hvað ætlar að gera í? Ángriðs, hvað ætlar að gera í? Kæra þig. Já, do it. En þá haldi allir ég sé að spila, þetta er ekki gott í þér. Þá haldi allir þessi pöldjam bara á live. Já, það er engin mæta. Nei. Hörðu, Það haldi allir mæta á DJ Muscle Boy hins vegar. Já, lagið heitir, sagðu hvað? The Only One. Ok, það er komað 2 útgáður hérna. Er þetta live eða? Þetta er lengur útgáðinu. Lengur live útgáðinu. Því að til lengra sem þetta er skemmtilega fyrir hlustendur. Nei, mitt. Þá byrjum við þetta hérna. Sjá hana. Coming up with a brand new single. Hvað, byrjaði þetta ekki að læginu? Það byrjaði að spjalla. Það skótt að spjalla það called The Only One. Sem byrjaði lagi. Yeah. Þetta fyrir hann að segja yeah. It hurts my ears það fyrir hann að segja yeah. Það er ekki að segja. Það er ekki að slatta að liða hann, ekki hana það. Það fyllir allt að segja. Þetta er besti vinnu Ásgeir Skólbens. Já. Það gistir hjá hann þegar það var. Vá, hvað þetta byrjaði skemmtilega. Lægið er ekki sem byrja, það hitt upp fólk. Herði. Er hann alltaf aflitaður? Það er klippingin þess. Er ekkert komið tíma að breyta henni? Hvað er hann? 50? Það er 50 eftir 3 ár. Ef að starfæðin ekki 3 ár. Hvað er hann með gullkeðjum halsinn? Voðalega hallastöðum. Það hægt að drullið við Hans Peter Kjæði. Lægið er ekki eins og byrja, hann er bara að segja yeah. Hann er að hita krátu upp og ekki reyna að skilja stuðlög, ángríns. Það ert að byrja að hita krátu upp? Nennir að fara á soknuðinum og setur upp munnuna. Það er nú meiri djöfla síran maður. Þú veist kannski getið tekið mynd af svipnum að það lagið er á. Það er eins og að skiti í þig. Það er bara því ég nægis ekki. Nú er ég ekki, ég veit ég stundum að stríða þig. Ég er bara, veist, svona er greinlega bara tónlistarsmekkur manna misjafn. Ég næði þessu. Veistu hvað ég gera eitthvað svona? Næstu að spila stuðlagið og ég ert að horfa á vídeóið með svo fyrirlitningu sem ég bara svo gerir og svo að skítið þig. Ég ætla að taka mynd af þér og henda þig á Twitter. Svona líður mig bara þegar ég hlusta á svona tónlist. Svona lítur út á þetta skítið þig. Hvað veist þú um það? Hvað veist þú um það? Þú er aldrei séð þegar ég skít í mig. Nei, nú veit ég hvað sé. Það er ekki gessin ég var 34 ára. Varstu að segja 14 ára? Jú, var ég bara að segja 14 ára? Þú sagði F-jóð. Nei, ég var bara að hugsa hvernig ég skeitt síðast í mig. En ég við ekki að það er,
ég skýt bara í mig að fyrirlitninga á þessu. Hörru, nú er rómantísku kafla að koma. Já, æði. En sko, það svo margir þarna samt koma til Íslands. Hvað fekk hann borga fyrir að koma til Íslands? 3 körfuboltamyndir og Nintendo-leik. Hann var alltaf hræjódýr. Ásgeir Kolbeins gat keypt sér hús og 3 jeppa eftir hann kom. Hann er ekki hann að rukka mikið. Ætla að niðurlægja Hans, eins og ég kalla hann, Hans Peter. Þetta búið. Ég bara sjaldan verið að fegin maður. Þetta bara eins og að vera laus úr einhverjar pyntingum. Það bara þannig. Þetta var Scooter hér með, hvað hétt þetta? One and Only. Ég náði myndaði núna. Þú glemdi þér aðeins og horfið með eins og sem nýbúin að skítið þig á skjáin. Ég er að fara að henda því núna á Twitter. En ég meina, ég get ekkert sagt neitt. Það fullt af fólki sem fílar þetta greina. Það er gott að eiga svipina þér eins og sem nýbúin að skítið þig. Frábært. En hörðu, ég er með hugmynd. Má ég koma einu hugmynd? Hvað? Ég er ekki með leiðandi. Má ég fá trailerinn eftir lagi líka? Þannig að við kynnum það inn og síðan lagið búið að setja trailerinn aftur á. Ertu fullur það? Nei, við förum hér í auglýsingar, svo að lagið á leiðinu heim. Þá fæ ég velja. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Ingva Eystins drögum við út fyrirtækjavíkunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Tuborg og Smirnoff kynna Tiny Tempa, Far East Movement, DMX, Outlandish, Rudimental ásamt 100 öðrum erlendum og íslenskum atriðum á Keflavík Music Festival 2013. Tryggðu þér miða á miði.is eða á N1 allt land. KeflavíkMusicFestival.is. Fjórfaldur lottobótur stefnir í 33 milljónir. Skjótt á réttu tölurnar og lifðu þér smá lottó. Gaukurinn kynnir Foo Fighters heiðurstónleika í kvöld. Helstu smellir sveitarinnar verða teknir ásamt því að gestahljómsveitir hiti upp. Tilboð á barnum og Bacardi ókart stemming. Allar nánar upplýsingar á miði.is. Í kvöld munu Lára Rúnars og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og það frítt inn. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Tuborg kynnir hljómsveitin Dimma á Bar 11 í kvöld. Húsið opnar klukkan 9 og það frítt inn. Tuborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Það live tónlist öll föstudagskvöld og ískaldur Egilsgull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95. Einu sem hlustar á, þennan þátt. Þetta lag uppáldið mér. Justin Timberlake með Mirrors. Ég samt að passa mér svona. Ég vill ekki fá leiða það, af því mér finnst það svo flott. Það er bara svona lala. Í alvörunni. Þú ert með svo skrítin tónlistarsmekk, hann ekki nokkari átt, sko. Finnst þér þetta lag la? Með þess að Hjöppi sem nú með skrítin tónlistarsmekk, hann fílar þetta lag í tætlur. Ekki í þig. Ég sallar rólegur hérna, maður. Það segja að ég fíla ekki þetta lag og... Já, mér finnst það bara svo skrítin. Ég myndi alltaf æsa mig því að þú segist ekki fíla lögin mínu, en þú veist, ég æsa mig ekki því, ég hættar að pyrra mig því. Ég er ekkert að æsa mig hérna, ég er bara að segja að mér finnst það skrítin. Þessi headphone drasl. Það datt af draslið. Sérðu? Já, ég sé hann. Ég ger ekki neitt. Það ekki dottið að bara þú spilaði skúter að hann. Headphone-in bara höndluði ekki hérna viðbúið. Ég náði myndaðir á þann, þú varst að horfa á stuðlöðin, myndinu fyrirlitningasveit, sem nýbúin að skýta á hans, lítið bad sem er skýta á sig. Ég setti það á Facebook, setti það á Twitter. Ekki vera reiður. Nei, þetta var ekki fyrirlitning, ég var bara að horfa á þetta. Það er skrítnað vídeo á sem 50 manni. Ég sé hennar svipjaður einu sinni. Nú við erum oft saman félagarnir. Þessi svipur kemur upp einu sinni. Og það er þegar þú horfur á stuðlöðin. Ég sé hann aldrei yfir neinu.
Þetta þá þýðir, Þú notar nú svipið einu sinni. Já, veist hvað þessi svipið þýðir þá? Fyrir þetta ekki að vera búið. Ég get alveg, bara frá, það er hreinskil, já, það er sem svipið þýðir. Fyrir þetta ekki að vera búið. Talandi að fyrir þetta ekki að vera búið, það stýttist nú í lokin hér í okkur. Það er þetta lagi á leiðinni heim sem er hér rétt handað á hofni. Hvernig helgin hjá Gilsaranum? Ég er að fara að þykja með byssunar á morgun. Já, þannig að líklega með þér. Róleg helgi. Og kannski Hjöppa og býða ykkur fleiri með, kannski, ég leifi ofta einhverjum máli, þetta ég, þú og Hjöppa taka byssur á morgun í bóttunni og kannski við erum með einhverja byssusýningu. Stundur leifi ég ekki með hennar byssusýningu. Og stundur leifi ég kannski einhverjum að koma með. Það er eitthvað svona, hörðu, hérna sæll, hérna dreigillina vinnin, þú mátt koma með hérna og vera með. Fjórða í hjólið. Já, svo góður. Sem honor. Já, en hvað fyrir utan það, ég veit þú æði. Sér að þeim bara var rólegur þegar þú varst að bjóða mér til Manchester á mánudaginn. You one hell of a human being, eins og ég kallaði þetta. Já, við erum búin að gera neitt. Þegar ég vaknaði morgun, þá vissi ég ekki ég væri að fara á Old Trafford á mánudaginn. En Auðun Blöndal, wow. Þá getur það ekki verið svona aðstofar ferðarstjórið með mér? Nei, ég nenni ekki gera neitt. Ha? Ég nenni ekki gera neitt. Já, það eru gamanferðir sem eru að bjóða okkur að út. Já, ég veit það, gamanferðir og ekki vá líka eða eitthvað líka. Já, það eru sama fyrir þetta, það eru saman. Ok, það eru að bjóða okkur fjölunum út og það er út í að þú ert ferðarstjóri. Ég er ekki að fara að vera með eitthvað grín. Þú ert að blása blöðurnar og vera trúðurnar. Ég er at the back, bara í chilling. Ég er ekki að fara að blása blöður. Hvað gerir farastjóri sem? Þú er að blása blöður. Kanntu ekki hérna, þú veist, 10 blöður og sér kemur krakki og segir við þig hérna Make me a bicycle crown. Ég er ekki að fara að búa til hjólhandaleginu. Nei, þetta verður bara þannig. Þú ert bara að það er röð og síðan kemur eitthvað, ég ætla að fá hund og svo kreistir blöðurnar og hérna hundur. Síðan kemur eitt krakki sem er leiðilegur, ég ætla að fá hjól. Já, þá þurfum við að fá Bjarnar Töframann í þetta. Og þá segir þú, ég kann ekki búið til hjól. Búið til hjól, trúður. En þau erum bara nú höfum gaman, en hér kemur lagið á leiðinni heim. Ég held að það góður hérna farastjóri. Já, það kemur í ljós. Ég hef ekki verið áður. En lagið á leiðinni heim og það er íslenskt. Já, takk. Egil, hvernig fylgur þetta? Ég er gaman að þessu. Haha, það er alveg til verra lagið á leiðinni heim. Já. Þetta eru Ego með Fjöldin af að vaka. Komin í hús og er að fara að taka við á okkur strákunum. Það er eitthvað veistlega í kvöldið, ekki? Jú, en föstudagskvöld og... Talandi um veistlu, þessi mynda er hérna, þú spilar stuðlaugin. Já, hún er góð. Þetta, nei, ég meina, það er ekki fyrirlitningan. Það er bara býðið til þessi búi. Það er eins og sért með rafhæðir, sko. Það er bara eins og, ég er ekki á leiðilegur, eins og það hefur bara verið illt í maðunum, það hefur bara kúkað í því. Og síðan bara svona ert að hugsa, fokk, hvað er að gerast. 33 ára þessu ári. Já, og hvað? Ég er bara að minna það. 33 ára. Má ég ekki segja kúkur út af? Það er bara annarkast orðhjáður eins og þetta núna. Það er ekki blöð púp og þá er ég að kúka á mig og þú veist hvað ertu. Það er bara 30, sko. Það eru menn sem er 4 börn, það eru menn konum með barnabörn á þessum aldri. Ég er að kenna og lítið út af kúkur. Það er komið að lokum hér á okkur strákunum í dag og við þakkum kærlega fyrir hlustunina. Þetta er alltaf sama vitleysan. Rikki G tekur við og verður með okkur til 9. Rikki G-man. Svo verður Björn Bragi mættir hér á mánudaginn. Og ég og þú verðum á Old Trafford mánudagskvöldinu. Það er endar, ég verð ekki hérna á þriðjudeginum því þá erum við á leiðinni heim. Þá verða Steindi Junior og Bent með þetta. Ég ætla að koma einu að United er búin að tapa 2 leikjum Old Trafford í sjónu, þetta múið ástæðum báðum. Ég ætla bara að segja, ef við töpum um The City Hugi var að báðum. Ég veit að Hugi var að báðum líka. Hugi gæti verið að hoppa. Má ég segja reitt, fyrir þetta sísón hafði ég aldrei, þú veist ég hef nú farið á nokkra leiki, ég hef aldrei séð United tapa á Old Trafford aður. Þannig ég var rosalegt happa. Hugi virðist vera búin að eyðileggja fyrir mér. Þess vegna taka þið með mér núna. En málega er út af því að ef við töpum þessu leik, þá er Manchester United búin að tapa 3 leikjum á sísónu á heimavelli. The poop á þeim öllum. Það hlýtur að vera eitthvað svona rétt. Fyrir ég sé að bjóða þeim með. Ég ætla að vera að segja, við ekki að nafnabreitum sem flugmiðastöðast. Því líkt þakklæti. Þá er poop út bara fræðan hérna fyrir ferðina. Heldur ég sé ekki nóg að stressar. Ég veit alveg að rekordum þetta er ekki búin gott á sísonu svo þú set ekki að minna máða og kalla mig kúk í leiðinu. Því líka þakkir maður. Alveg maður. Ég meinti Auðun Blöndal, the man who fears no change. Sem er upp á svinni minn í dag. Það höfum við út til Old Trafford. Takk. Takk hérlega fyrir hlustuna, heyrumst á mánudaginn. Rikki, take it away. Ég ætla að enda þetta á alvöru lagi. Gefum mér í stuð, það heitir Lost með Frank Ocean. Alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólan á Bifröst er frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentsprófið. Háskólagátt.bifröst.is Bóli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Já, meiri segja Noregi.
Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Óli, léttöl. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Í kvöld munu Lára Rúnars og Morning After Youth koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og það frítt inn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistar.